Káringar sigruðu Blika 3-2 hérna í rosalegum leik, fengu vítaspyrnu, mark dæmt að vegna rangstöðu. Það var rosalegu síðari hálfleikur, náttúrulega lentum 2-0 undir en við heyrum hérna á eftir hvað Logi Ólafsson, Jónas Guðni og fleiri hafa að segja þetta og svo heyrum við kannski í einhverjum leikum líka. Já, hérna eftir frábæran 3-2 sigur á Blikum er hér Baldur Sigurðsson mættur. Baldur, ég held að þetta sé mesti kraftur sem ég sé þér í sumar hjá Káringum, varst á fullir ferð allan tímann? Já, það getur passað. Það er bara eftir við skýtum á okkur á móti Fram og lendum svo 2-0 undir hérna í ekki góðum fyrirháleik. Það er ekki hægt annað þegar það er full stúka að bara hlaupa úr sér líftúruna og bara gjörsamlega gefa allt í þetta. En það líka gerðu það allir í dag og það skilaði þessum 3 stigum á 93 mínútu. Fullt af liðum sem hefðu svona dottið niður eitthvað og orðið varkárir og eitthvað vonleysi fyllt menn en það var bara fullur kraftur allan tíman og ég var ekki nokkrum vafa myndum allan á einhverjum mörkum. Nei, nákvæmlega. Það er komið gríðarlegur karakter í lið og ég held að leikurinn á móti Fram hafi verið svona vakning að við lendum 2-0 undir þar eins og ég sagði þann, skýtum á okkur, rífum okkur ekki upp úr því og bara við erum búin að finna karakterinn. Það skiptir engu máli að við lendum undir greinilega. Það voru allir að berjast og þess til að rósa Diogo inn á kantinum, hann var náttúrulega ódrepandi að fara þarna upp kantinn og hann átaði þarna. Þú varst hálfsbreytt frá því að skora þarna þegar Jónasson síðan dæmdur rangstæður. Atli, sást hann ekki inni bara? Jú, ég sá hann inni og ég var málkvæmt að þetta var rangstæður líka. Ég held að það hafi verið svona, við vorum að krossa akkurat en þetta er erfitt að mynda en ég kvart ekki núna við vinnum. Logi var eitthvað að tala um í upphæði tímabilis að þú hefði verið svona, kannski þurft smá tíma til að spila þig í formi eða svona almennileg leikstand. Ertu ekki alveg kominn? Jú, nei, maður er aldrei alveg kominn en hérna, ég er langt kominn alltaf en þetta er alveg hár rétt sko, ég er náttúrulega meiðist og fyrsta sinna ferðin sem ég meiðist eitthvað svona einhverju viti í einhverja vikur og mánuði þannig maður er kannski ekki alveg svona reyndur í þessu og er ekki alveg kannski með þetta, maður var í hérna millibils ástandi eftir að maður var að koma utan og heim og var ekki búinn að finna sér lið þannig að maður bara, þú veist að gera þetta ekki alveg rétt greinilega en eins og ég segi þetta bara er alltaf komið núna og ég er bara mjög sáttur. Baldur, frábær leikur, takk fyrir. Takk. I don't know how to speak. Great game. Thank you. I don't know how to speak. Just a little bit in English. Jordao, player of the game, fantastic match. Baldur said you were unkillable on the left wing and went past everybody. How come? Fantastic game. I don't know, just been working every day, doing my best and play for the team. That's all. Nothing else. You started very well and it didn't seem to be a problem for you to go past them. Did it give you a little bit extra energy to take them on in every offense? Yeah. Like in the first time when we passed the first time, we just get confidence and keep doing and the things coming for natural. That's what happened. Do you think we have the permanent confidence in the team now to keep going? Yeah, we have the confidence now. Now it's just play and win the games. That's the most important. Yeah. Are you having fun in KR? Yeah, much fun. Better is impossible. Okay. Yeah. Thank you very much. Great game. Okay, thank you. Ja, hér er Þórir, stuðningsmaður KR sem er alveg á feikiferð og gríðarlega sáttur við að leika á hann. Hvernig fannst þér þetta? Bara gott. Hélstu að við myndum tapa þessu í stöðunum 2-0? Nei. Hafðirðu trú á okkur allan tíman? Já. Hverjir eru svona búin að standa sér best í KR-liðinu? Hverjir heldur þú mest upp á? Bjögga. Er hann svona aðalgæinn? Já. Manstu eitthvað eftir Gumma Ben? Finnst þér hann vera svona stórstjarna? Já. En einhverju svona aðrir sem að þú myndir vilja vera eins og þegar þú kemur aftur eða þegar þú mætir í KR-búninginn? Eða? Er einhverju í KR-liðinu sem þú vilt herma eftir og vera eins og? Já, mér langar að herma eftir Gumma Ben að tippa yfir Gróttu svona. Já, akkurat. Fín logo. Takk fyrir það, Þórir. Þú sýnir okkur eftir? Ég bróði hans. Gummi Ben alltaf tippar svona yfir Gróttu. Ólafsson ég mættur eftir flottan 3-2 sigur á Blikum. Það er nú oft sem maður segir svona að þetta líti ekki vel út ef maður er 2-0 undir en Káliði leit bara nokkuð vel út allan leikinn. Já, við litum reyndar ekki vel út í varnarleiknum í fyrrhálfleik. Menn voru á einhverju skokki og létu yfirspila sig og fylgdu ekki sínum mönnum og svo framvegis. Þannig að þá uppskáru þeir bara 2 mörk en hins vegar eftir að við höfum svona farið yfir málin í hálfleik og
breyttum örlítið leikkerfinu og þá breyttist okkar leikur til mikilla muna og menn sýndu fram á það að það eru sterkir persónuleikar í okkar liði sem að rísa upp á ögurstundu og leikurinn nú ekki búinn fyrir flötaðar af. Þú dróst fram svolítið skemmtilega taktíkana úr erminni þegar þú settið 3 inn á miðjuna, 1 út á kant og leiðið síðan Diogo bara að vera einu með vinstri kantinn og Rækomar dróð sér niður. Var þetta eitthvað sem þið hafið verið að æfa? Nei, við höfum nú ekki gert það. Við ákváðum að gera þetta svona vegna þess að við vorum í erfiðleikum inn á miðjunni og ég held að þetta hafi skilið. Hann náttúrulega feikilega dullur að koma upp völlinn og sterkur í stöðunni maður á móti manni og svo afber. Það sem hann tók eftir og Baldur Sigurðsson einmitt sagði við okkur áðan var að það var svona óvenju mikill kraftur í KR-liðinu og rosalega mikil barátta og hraði sérstaklega í síðari hálfleiknum. Er það eitthvað sem þú varst að hóta þeim í hálfleik? Nei, við vitum það bara. Við erum vel þjálfaðir og leikmennir allt svo. Og við höfum kraft til þess að klára leikinn sem stendur í 90 til 100 mínútur og ég held að það hafi skilað sér í dag er að við erum í gríðarlega góðu líkamlegu formi og við sáum hvernig Breiðablik leik í fyrri hálfleik, fengu reynda frið til þess meðan að þeir höfðu kraft og úthald þá voru þeir góðir en ég held að við höfum keyrt yfir þá miklu leyti til á okkar úthaldi. Hvað þarf þjálfari að gera til þess að halda akkurat þessari stemningu í liðinu og þessari baráttu? Já, sko hann þarf náttúrulega bara að fara fram að það við leikmennin. Þeir fókuseri á réttum tímum og þeir geta ekkert búist við því að það sé endilega þjálfarinn eða þjálfara teymið sem að liggur með heima með hausinn í bleyti til þess að fá menn til þess að einbeita sér að þessu. Þetta er ábyrgð hvers leikmanns fyrir sig er að koma vel undirbúinn til leiks. Akkurat, takk fyrir það Logi, flotta leikur. Hér erum við með Gunnar Örn Jónsson. Sáttur? Já, gríðarlega. Teipið eitthvað þröngt? Nei, það er gott. Ég er búinn að losa það núna. Virkar svolítið ferskur? Mikill kraftur í því núna? Í dag? Já. Nei, ég var ekki ferskur í dag. Hefur þið verið að fá einhverjum svona pillur eða einhver skot frá Blikunum núna eftir leik? Ég er ekkert búinn að hitta á. Þetta er ekki búinn að hitta á? Nei. Það er væntanlega á morgun, í vinnunni. En hvernig er svona, er þetta svolítið mikið öðruvísi að mæta gömlu félögunum? Nei, það var ekki alveg að ganga í fyrri hálfleik og sem betur fyrir skiptan og þá kom allt annað lífi í þetta. Það kannski fá ekki allir að spila við hlýðin á Gumma Ben í sókninni en hvernig er svo tilfinning? Það er forréttindi, hann er þvílíkt klókur og hann lætur mann líta vel út með útsjónarsemi og það er bara mjög gott. Heldur að við séum komnir svona almennilega á skrið núna? Já, ég hugsa það er eins gott. Við ætlum að halda áfram á þessu skrið og ætlum ekki að tapa næsta leik eða við ætlum að komast alveg ról svo við verðum í þessari titilbaráttu. Akkurat, takk fyrir það Gunnar. Já, takk sömuleiðis. Chick that used to dance a lot. Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot.